Ekki sárt tap gerir þið ráð fyrir? Já, þetta er bara alveg, bara það blæðir. Hvað er að gerast hjá okkur? Gerast, bara við dottum úr bikarnum, þetta er frábæra framistöðu, en að henda út efsta lið deildarinnar í 8 liða og fá næsta efsta lið í undanúrslitum og við áttum bara skilið að fara í dag. Mér fannst við hafa lagt það mikið í leikina en við bara mættum þetta mjög góð Keflavíkurliði og það er búin að missa Emilíu og Þórunnu. Sýna alltaf bara að það er rosalegur efniviður hérna í Keflavík, flotta stelpur sem koma á bekknum hjá þeim og það er bara, það gerði mjög vel. Við erum að samanskapi, sýndum alveg hérna á gólfinu og okkur langaði rosalega í úrslitaleikin. Og mér fannst bara ósanngjarnt að þetta væri undanúrslitaleikur, mér finnst þetta bara að vera flottasti úrslitaleikur sem ég bara sé í langa tíma sko. Það er svona frekar spennandi. Þetta var bara thriller, þetta var bara vel leikinn, þetta var vel dæmdur leikur og og það er bara eins og fólk vil hafa þetta og við erum bara sko einhverjum millimetrum frá að vinna þetta í venjulegum tíma, við fáum sko þess að vinna þetta í overtime-inu. Þannig að við getum ekki neitt bent á einn annan heldur sjálf okkur en við erum ósátt við eitthvað liti og það er bara eitthvað sem við erum að fara með. Skora Kristjánsson 40 stig og Berglindar með 26. Það eru ágætari hvoru. Mikið að mæða sóknarlega á. Það eru ágætari hvoru, já. En finnst þér heldur kannski að sé mæða of mikið af þeim sóknarlega? Ég hefði alveg til í að hafa svona framlagi starra og fleiri áttum en það var bara á öðrum vikstöðum. Við gerum bara mjög vel að vartanlega sig. Við lentum undir einhverjum 8 stigum og við komumst yfir og það gerist ekkert nema bara með vörn. Það er ekki eitthvað einstaklingsframtaki í sókn en það eru bara góðir körfubolta og það eru bestu skorararnir okkar í liðinu þannig að það er mjög eðlilegt að það séu svona að taka hvað mest af skotum en það eru standa algjörlega undir því að það mæði mikið. Þetta eru báðar eðalmanneskjur.